Við erum komin í fjárhúsin til hennar Sibbu, Sigurbjargar Ottesen, hérna á Hjarðarfelli. Hún hefur verið að rækta feldfé. Það út af eiginleikum ullarinnar. Ég veit nú eiginlega ekkert þetta sjálf. Mér langar til þess að forvitnast aðeins út á hverju hún að rækta og út á hvað þetta gengur. Sibba, þú hefur aðeins verið að skoða feldfé og rækta feldfé og vinna aðeins úr því. Viltu aðeins leiða mig í gegnum þetta? Hvað feldfé, kannski til þess að byrja með, og út á hvað gengur ræktunin? Herðu, feldfé fé með ullin í rauninni og það ræktað út af ullareinkennum, ekki kjötgæðum. Ja. Semst verið að eltast ullina. Togið lengra. Togið það er þel og tog. Hérna. Já, togið lengra, þelið á að vera minna. Ég kannski ekki alveg komin á þann stað í ræktuninni, en þetta bara 50% blendingar sem ég er með. Já, þú varst að byrja að blanda bara við venjulega ræktun, varst að láta sæða með feldféhrút. Já, feldféhrút. Já. Eitt nú að rækta fé með svona ullareiginleika, annað að vinna úr henni. Þú ert búin að vera alveg í nokkur ár að þróa þig áfram þar og búin að gera hellinga flíkum. Herðu, já. Þegar ég var að læra búfræði á Hvanneyri þá tók ég ullarinn sem valáfanga. Mér var reyndar líka kennt þar að maður byrjar á því að velja sér rúningsmann. Skiptir það máli? Já, þú vilt alls ekki hafa mikið og bara helst engar tvíklippur og ég kannski býð frekar vel á því að geta valið rúningsmann. Og bróðir minn hefur komið og klippt þetta fyrir mig. Svo lærði ég að spinna hjá Rítu og Kristínu Lundi og henni Jóhannu Pálma í þessum ullaráfanga. Gunnar maðurinn minn gaf mér svo rokk í útskriftargjöf. Í þeirri vona að hann fengi nú peysu en hann hefur ekki fengið hana ennþá. Þú ert að æfa þig? Ég er ennþá að æfa mig. Já, þú vilt ekki gefa hana fyrir að ná komin alveg með fullkomna flík? Hann fær ekki nema fullkomna flík. Er þetta allt ull af feldfé? Nei, þetta er bland hér, lambs og af vetugömlu, en ullin er af feldfé og þetta, ef þú skoðar þetta undir ljósi og kemur við þetta, þá þetta, hún svolítið öðruvísi. Þannig að það ekki alveg sami litur hérna? Nei, en hér ertu með mórutt og mórutt, til dæmis. Og þú sérð... Já, og viðkoman aðeins. Já. Og þá að vera miklu meiri glái í þessu og ég held sveimi þá að það sjáist þó þetta séu blending. Er ekki gaman að rækta svona og spá í og gera? Jú, stundum eiginlega bara má ég ekkert vera að því að fyrir fjós, sko. Og svo hefur þið verið að gera alveg að full, spinna, sem sagt, og alveg prjóna úr. Já, þetta reyndar úr uppspunaband og þetta líka, en þetta frumrunnin í eigin spuna. Ullarspuna. Þetta það sem ég bjóð sem sagt til var prófstykki mitt á Hvanneyri. Hún nú kannski ekkert sérstaklega fögur en hún náttúrulega svo þykk að hún getur staðið sjálf á gólfi upprétt. Þetta alvöru flík, mér finnst hún alveg rosalega flott. Mér finnst einmitt flottir litirnir og hvað hún misjöfn, sko. Já. Þessir mér finnst þetta það svolítið svoleiðis að þetta náttúrulega algjörlega einstök flík. Já, það svolítið svoleiðis með eins og þessa ull að þú þarft ekkert að vera með eitthvað munstur með þessu, þetta munstrar sig bara sjálft upp. Finnurðu mun þegar þú ert að spinna úr feldfé og venjulegu fé, ullavenjulegu fé? Já, því að það töluvert auðveldara að spinna úr þessu því að togið svo langt og hún helst svo vel saman. En togið stífara, grófara. Já. Þá peysan ekkert grófari? Nei, eiginleiki feldfjárullarinnar sá að togið á að vera silkimjúkt. Veit fólk almennt af þessu samt? Þetta þekkt innan sauðfjárræktarinnar, þetta þekkt innan hann, það fólks? Nei, örugglega ekki nógu, sko. En jú, væntanlega vita bændur af þessu. Það náttúrulega hrútar á stöð og nýr hrútur að koma núna sem ég ætla að nota svolítið. Já, það svolítið gaman að því hvað mikið spenna fyrir hrútaskránni hjá bændum. Maður áttar sig ekki á því nema að sjá þær hennilega þegar hrútaskránni kemur út og spá í hvaða hrútar eru þar inni og hvað eiginleikum þeir búi yfir. Nei, og þetta verður náttúrulega bara heilmikil spenna hjá öllum fjölskyldumeðlumum í rauninni. Það dóttir mín var yngri, örugglega ekki nema sko, hún var ennþá að sofna með pela þegar ég náði einu sinni mynd af henni nýsofnaðri með pelan í annarri hendinu og hrútaskránni í hinni. Fær hún að velja líka? Já, hún vill fá að velja sko, hann langar í forystufé en það fæst víst ekki leyfi fyrir því. Ein hind sig? Herði, já, ein eðlileg kind að mata okkar mæðgnana, þar sem að okkur finnst nú kollótt fé vera hálfgallað, svona hálffangalaust, en það eiga víst að vera kollóttar. Það dálítið magnað hvað
íslenska kindin er fjölbreytileg, þú veist, litirnir og allt það. Já, það er náttúrulega bara, finnst mér nauðsynlegt að halda í litina í þessu. Það ég er náttúrulega svo ótrúlega heppin að tengdaforeldrar mínir hafa lagt mikið upp úr því að rækta sem sagt vel hvítt fé. Þannig að ég hef haft aðgang að mjög vel hvítri og bara hreinkvítri lambsull til þess að vinna úr. Það er mjög mikill plús og sýst. Eða mér finnst það að vera ekki með eitthvað gult í höndunum. Væntanlega þegar það er rúið að þá bara heldur eftir einhverju x magni af ull fyrir þig, þessa vinnur. Hvernig hitt fer í ístags? Nei, ég sendi í uppspuna á Suðurlandi til hennar Huldu. Ekki sendið allt þangað? Nei, megnið af ullinni fer náttúrulega bara lagt inn í ístags. Já. En það sem ég tek frá fyrir mig fer ég með þangað og þá get ég í rauninni, ég get haldið, ég bara veit það til dæmis að þetta er hún sletta. Ok, hvernig veistu það? Ég bæði þekki í litin á henni og svo á ég enga aðra svona. Svo sendi ég bara ullina af henni merta í kartöflupoka, bara hún í pokanum og ég fékk hana svoleiðis tilbaka aftur. Okay. Og ég veit hverjar þær eru allar þessar og náttúrulega hinar. Þú veist af hvaða kindum þessi ull Já, þetta er af henni Golsu. Og þær eru bara hér, Já. Þessar elskur? Já, allar nema sletta, hún skilaði sér ekki að fjalli í haust. Það er kindin hennar Örnu Kristínar, dóttir þinnar. Já. Okay. Það var nú gaman fyrir hann að eiga ull og geta gert eitthvað úr henni. Já, hún lætur mig alveg vita því ef ég tekið upp hver eigi þetta og tilkynni mér líka hvaða kosti.